Við erum komin hingað heim til Þorbjörg í árlegt laufabrauðspartí, má segja. Viltu segja okkur aðeins frá þessu? Hvenær gerur þetta með fjölskyldinu og hverju mæta? Ég ger þetta bara með fjölskyldinu þegar að flesti geta mætt. Það mismunandi tímar og svo nú gerum við það meira í viku því það hentaði öllum betur. Og hefðin að við erum með nammi, kertaljós, jólatónlist og skerum laufabrauð. Ykkur sérstök hefð, hvaðan kemur þessi hefð? Hún úr fjölskyldinu ykkar? Tengdaforeldrar mínar náttúrulega eru norðurþingengar eða voru og ég lærði að gera laufabrauð með tengdamömmu og það eru svona öðruvísi, hún gerir þetta svolítið öðruvísi heldur flestir aðrir því að hún steikir laufabrauðið og svo stráir pínulitlu sykri á þegar búið að steikja og svoleiðis vilja flestir mínir hafa það, laufabrauð með pínulitlu sykri. Má smakka þegar búið að baka á eftir eða steikja? Já, ef við eyðileggjum 1-2 kökur þá það lægi annars þetta bara geymt í jóla. Nema einhverjir stelist í það. Já. Ég skildist það áðan að það sé einhverjir að stelast í það. Það náttúrulega má alls ekki. Enda gerum við 100 kökur bara fyrir okkur 2 sko og svo eru hinir að gera kökur fyrir sig. Já, það eru 100 kökur á ykkur hjónin. Já. Hann náttúrulega að norðan maðurinn. Já, hann étur þetta allt saman sjálfur. En segðu okkur, ykkur hefðir við skurðinn hjá fjölskyldunni? Elsta mín, þessi þarna, hún handsker allt og notar ekki hjól. En svo hvað er hjólið? Þetta laufabrauðshjól og skorið með þessu hjóli. Þetta er náttúrulega mjög viðkvæmt og þarf að fara vel með. Geymt í bómull allt árið og nú tek ég bara upp til að skera laufabrauð. En hér er handskorið. Og þá sker hún þetta bara með sínu hníf, en ekki með hjóli. Ég sé að fólki að pota í laufabrauði. Hvað er verið að gera? Það komir ekki loftbólur í degið þú ert að steikja. Þannig að laufabrauðið verði alveg flatt og ekki með svona loftkúlur inn í kökunum. Þá er það ljótar. Mér langar aðeins að spyrja tengdadóttur ykkar, hún er hún Dísela, hvort að hún sé uppalin líka við þetta að skera út? Nei, nefnilega ekki. Við gerum þetta einhvern tímann, ég held að það vera einu sinni eða 2 svar heima í Láholti, og svo er ég að mæta núna í fyrsta skipti, ég er yfirleitt út að vinna þegar það er laufabrauðsgerð, þannig að ég er loksins að mæta núna. Það er aldeilis dokumentað. Frábært. Hvernig finnst þér að gera þetta? Þetta er bara fínt, sko. Fínt að strákarnir sé aðeins að læra svona þessar fínhreyfingar. Ég hef alveg ekkert voðalega mikla þolinmæði svona almennt, en þetta er svona próf. Þetta er próf á þolinmæði. Hvað segja krakkarnir? Hvað finnst ykkur? Ég veit það ekki. Finnst þér gaman að skera? Ég sé að þú ert að gera ofboðslega flott og flókið munstur. Já, bara þetta er skemmtilegt. Ertu að hugsa eitthvað þegar þú ert að skera út? Ertu að hugsa einhverju hugsun, eitthvað sem þú ert að skapa? Nei. Þetta bara kemur. Já. Þetta bara flæðir í gegnum hann, drenginn, já. Náttúrulegt. Náttúrulegur hæfileiki. Ég veit það ekki. Finnst þér gaman að koma í svona laufabrauðsbakstur hjá Emmu? Já. Myndirðu vilja sleppa þessu? Nei. Nei, þetta er svo gaman. Og hér er mamma þín. Hvað ert þú alltaf að hugsa, Brynja, þegar mér skilst á mömmuðinni að þú sést svo listræn? Er þetta svona blóma, eitthvað dulið, svona blóma áhugi hjá þér? Nei, alls ekki. Þetta er, kona frænda mín gerði þetta alltaf þegar ég var krakki og ég fór bara að herma eftir eiginlega. Já, ok. Ekki það að þetta sé eitthvað á djúpu listrænu leveli, sko. Þetta er bara, það er alltaf það sama bara. Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem við erum alin upp við og amma og afi gerði þetta og mamma kynntist þessu þegar hún flutti norður fyrir einhverjum árum síðan. En sko, þú verður að segja okkur dálítið frá feitinni, Þorbjörg, því að feitin er ekkert venjuleg. Þetta er bara tólg, kindatólg sem við erum með kindur, þannig
þetta fellur til á haustin þegar við erum að lóa, þá náttúrulega kemur mikið að mör úr rollunum og ég bræði það í tólg og gef svo hamsa og hist og hera því það koma mikið að hömsum þegar maður að bræða tólg. Skemmtilegt, lyktin í loftinu. Er þetta meiri úrvals kökur þegar það eru bakaðar upp úr þessari feiti, Þorbjörn? Ég hef bara aldrei bakað þetta úr eða steikt þetta úr öðru. Svo ég veit það. Þekkir ekkert annað? Nei,